er komið að því að setja balsa á vænginn, klæða hann með balsa. Það eina sem að þarf virkilega að varast í því sambandi, það er að ef það er einhverjir títuprjónar innan í, á milli, eins og til dæmis hérna er einn, þá er mjög sniðugt að fjarlægja þá. Því að hann myndi koma til með að halda dálítið fast í vænginn þegar ég reyni að ná hann af aftur. Í kassanum fylgja 12 svona plötur og við eigum að geta búið til 4 skinn. Þær eru örlítið lengri heldur en vængurinn sjálfur og með því að stilla þeim svona saman, skera hérna þríhyrning af og setja hann hér inn í, þá náum við að búa til heilt skinn. Tony lýsir því hvernig maður gerir þetta á vængnum, en ég ætla ekki að gera það. Það eru góðar ástæður fyrir því, þannig að ef maður byrjar að reyna að pússa skinn sem að liggur ofan á væng, að þá pússar maður meira þar sem eitthvað liggur undir og minna þar sem ekkert er. Þannig að það myndast svona, já, það líkist bara sveltum hesti. Það er að kalla það starved horse, sveltur hestur. Og það er frekar ljótt, þannig að við búum til vængskinnið alveg heilt eins og það leggur sig og gerum það á sléttri plötu. Við takkum eftir því að hérna er ég búinn að skrifa tölur á balsan. Ég geri þetta í hvers skipti sem ég fæ nýjan balsa, það er ég vikt hann. Þessi plata hérna, hún er til dæmis 52 grömm, þessi hérna 42 og þessi 44. Til þess að geta borið saman mismunandi þykkar plötur, þá er ágætt að reikna út eðlisþyngd efnisins. Það er voðalega einfalt. Maður margfaldar saman lengdina, breiddina og þykktina í sentimetrum. Þessar plötur til dæmis eru 220 cm á lengd, þær eru 10 cm á breidd og 0,25 cm á þykkt. Þannig að 220 sinnum 10 sinnum 0,25 eru 305. Þannig að þetta eru 305 rúmsentimetrar. Og ef við höfum 44 grömm, 305 rúmsentimetrar sem vega 44 grömm, þá er eðlisþyngdin á þessari plötu 0,14 grömm. 0,14 grömm. Þetta hérna, hins vegar, er 0,17 grömm. Ég gerði þetta við allar plöturnar sem fylgdu og þannig gat ég raðað saman 3 plötum í 4 bunka sem allir vega það bil 320 grömm. Þannig að skinnið á vængjónum á að vera nákvæmlega jafnþungt allstaðar. Við skulum raða plötunum á vænginn eins og þær koma til með að vera. Nú sé ég hvar ég þarf að skera og þá
Það þessi hérna. En það getur líka verið ágætt að vita að plöturnar eiga að liggja svona saman. Hérna uppsetningin á því hvernig ég lími saman svona balsaplötur. Við skulum byrja á þeim fremri, tvær fremri. Það nokkuð ljóst að þær setjast ekki saman, svo að ég hérna með sandpappír á álprófíl og ég get rennt plötunni eftir prófílnum til þess að slétta úr honum, úr plötunni. Þetta miklu betra, það má vera aðeins meira. Hér þetta meira. Það má jafnvel gera þær báðar í einu. Þetta farið að verða allt í lagi. Nú nota ég pakkalímband. Það ekki sniðugt að nota neitt annað. Strikin hérna læt ég standast á. Þannig passa þær á vænginn. Nota stutta búta til þess að halda plötunum saman. Svo set ég eftir endilöngu yfir samskeytin. Þá komið að líminu og við lyftum plötunni svona þannig að það myndist vaff hérna ofan í og nú nota ég þetta lím hérna, þetta svona meðalþykkt. Renni smávegis lími ofan í samskeytin svona. Og legg þess svo niður. Þá gubbast eitthvað upp af lími og ég þurrka það bara burt með svona tissue. Síðan pússa ég þetta strax. Við það fer sag niður á milli þar sem gæti hugsanlega verið einhvers konar gap. Og fyllist upp. Það fer ofan í lím sem hugsanlega ennþá blautt. Og fyllir upp í samskeytin. Svo veltum við þessu við, tökum límbandið af. Og notum sandpappírinn.
Þá eru komin 2 plötur. Nú þurfum við að skera hérna eftir strikinu sem við gerðum. Þá notum við náttúrulega svona reglustikku eða rétt skeið. Það er ágætt að vera með farg ofan á rétt skeiðinni til þess að halda þessu á sínum stað. Og svo skerum við. Nú erum að gera að skera þetta í nokkrum léttum atriðum. Alls ekki að reyna að fara í gegn á fyrsta eða öðru. Leyfa hnífnum að ráða hversu mikið hann tekur í einu. Svona. Þetta þurfum við að geyma því að við þurfum að nota þetta. Nú kemur þessi hér og það er greinilegt að hérna er ekki alveg slétt, þannig að þetta er mikið betra. Svona. Og síðan kemur þetta hér inn á milli. Við getum stytt hana. Og að því að aðferðin sem ég nota kallar á svona löm, þá er best að taka hérna fyrst. Nú hef ég hérna balsaskinn sem ég get pússað ofan á plötunni hér og gert algjörlega slétt og það passar á vænginn. Hérna er vængurinn og hérna er skinnið sem passar hérna akkurat ofan á. Nú þarf bara að líma þetta. En áður en
að ég lími það, þá er gott að renna á grindina með sandpappír til þess að hún sé alveg örugglega slétt. Það á nú ekki að vera neitt sérstakt á henni sem ætti að standa uppur, en nú er hún tilbúin. Jæja, þá ætlum við að fara að líma henni vænginn og ég ætla að nota bara trélím til þess. Það er hægt að nota ýmiss konar lím en mér líst best á þetta. Og ég ætla að nota svona einnota pensil til þess að pensla líminu á sína staði. Ég er búinn að setja límband á frambrúnina sem ég ætla síðan að toga yfir til þess að halda henni niðri. Ég kannski setja einhverja títuprjóna líka. Þeir eru hér. Og síðan ætla ég að fergja þetta allt saman niður mjög vandlega með stáli. Einnig er afturbrúnin það mikið á lofti að það er ekkert mál að koma svona klemmum fyrir á henni. En við skulum líma.